dag ætla að fjalla það sem mestu áhrif á fjárhag fólks og það að taka lán. Flestir menn einhvern veginn á lífsleiðinni taka lán, hvort sem til að kaupa húsnæði, bíl eða fjármagna nám. Þess vegna mikilvægt að skilja hvernig lán virka og hvað afleiðingar það getur haft. En hvað lán í raun og veru? Lán þegar einstaklingur eða fyrirtæki fær pening lánaðan frá banka eða annarri lánstofnun með því skilyrði að greiða upphæðina tilbaka síðar. Hins vegar ekki nóg að borga bara upp upphæðina sem var fengin að láni, heldur þarf einnig að greiða vexti. Vextir í raun kostnaðurinn við það að fá að nota pening sem tilheyrir einhverjum öðrum. Til að skilja þetta betur getum við tekið dæmi. Ef einstaklingur fær 1 milljón króna lánaða, þá þarf hann ekki bara að borga þessa milljón tilbaka, heldur einnig ákveðna prósentu ofan á, sem kallast vextir. Þessi upphæð getur með tímanum orðið mjög há, sérstaklega ef að lánið til langs tíma. Vextir skipta því miklu máli þegar kemur að lánum. Það eru 2 megintegundir lána: fastir vextir og breytilegir vextir. Fastir vextir þýða að vextirnir breytast ekki á lánstímanum. Það gefur lántaka meiri öryggi því hann veit nákvæmlega hversu mikið hann þarf að borga í hverju mánuði. Breytilegir vextir geta hins vegar breyst með tímanum. Til dæmis ef stýrivextir hækka eða lækka, það getur þýtt að greiðslubyrðin eykst eða minnkar, sem getur haft mikil áhrif á fjárhag fólks. Á Íslandi hafa vextir oft verið tiltölulega háir, sérstaklega á tímum þegar verðbólga mikil. Verðbólga þegar verðlag hækkar almennt í samfélaginu, sem þýðir að peningarnir verða minna virði. Þetta hefur beint áhrif á lán, sérstaklega ef þau eru verðtryggð. Verðtryggt lán þannig að höfuðstóllinn, það upphaflega upphæðin sem var tekin að láni, hækkar í takt við verðbólgu. Þetta þýðir að jafnvel þó að einstaklingur sé reglulega að greiða af láninu sínu, getur heildarskuldir samt hækkað. Þetta getur komið mörgum á óvart og ein af ástæðum fyrir því að mikilvægt að skilja vel hvernig lán virka áður en þau eru tekin. Það eru til margar tegundir lána og hver þeirra þjónar mismunandi tilgangi. Húsnæðislán til dæmis notaðar til að kaupa húsnæði og eru oft stærstu lán sem fólk tekur á ævinni. Þau eru yfirleitt til mjög langs tíma, jafnvel 20-40 ár. Bílalán eru yfirleitt minni og til skemmri tíma, en samt getur það haft áhrif á mánaðarlega útgjöld. Námslán eru oft notaðar til að fjármagna nám og oft með hagstæðari kjörum, til dæmis lægri vöxtum eða sveignari endurgreiðslur. Þegar kemur að því að greiða fyrir lán einnig mismunandi leiðir. Ein þeirra að greiða með jöfnum afborgunum. Þá greiðir lántaki sama hluta af höfuðstól ár hvert, en þá fara vextirnir minnkandi smám saman þar sem skuldin lækkar. Hin leiðin einnig að borga með jöfnum afborgunum nema með fasta vexti. Þá fara greiðslurnar hækkandi í takt við verðbólgu og það verðtrygging, en þá þarf að endurreikna höfuðstól ár hvert. Þetta þýðir að á fyrstu ári láns einstaklingur að mesta leyti að borga vexti en ekki að lækka skuldina sína mikið. Þetta mikilvægt að skilja, sérstaklega þegar fólk að taka stór lán til langs tíma. Til að sjá þetta skýrar má taka dæmi. Ef einstaklingur tekur 5 milljón króna lán með vöxtum til nokkurra ára, getur hann enda með því að borga mun meira en 5 milljónir tilbaka. Í sumum tilfellum getur heildargreiðslan orðið 2-föld upphæðin sem var upphaflega tekin að láni. Þetta sýnir hversu miklu máli vextir og lánskjör skipta. Þess vegna mjög mikilvægt að bera saman mismunandi lán án ákvörðun tekin. Það þarf að skoða vexti, lánstíma, hvort lánið sé verðtryggt eða ekki og hvaða greiðslumáti hentar best. Það einnig mjög gott að horfa til langs tíma og spyrja sig hvort maður muni ráða við greiðslunar ef aðstæður breytast, til dæmis eða vextir hækka. Undanfarin ár hefur verið mikil umræða á Íslandi vexti, lán, sérstaklega í tengslu við hækkandi verðbólgu. Margir lent í því að greiðslubyrði lána hefur hækkað mikið á stuttum tíma sem hefur haft áhrif á lífskjör fólks. Þetta sýnir að lán ekki bara einföld lausn, heldur getur þau haft bæði jákvæðar og neikvæðar afleiðingar. Að lokum mikilvægt að átta sig á því að lán eru ábyrgð. Þau geta hjálpa fólki að ná markmiðum sínum eins og að eignast húsnæði eða menntun, en þau geta líka valdið fjárhagslegum erfiðleikum ef þau eru ekki notuð skynsamlega. Þess vegna lykilatriði að vera vel upplýstur, taka meðvitaðar ákvarðanir og skilja alla þætti lánsins áður en það tekið. Með því hægt að forðast óþarfa áhættu og byggja upp heilbrigðan fjárhag til framtíðar.